Ja, Birgi, kannski eðlilegt að spyrja eftir 11 marka tap. Voru strákarnir á einhverju skýi frá síðasta leik? Ég veit það ekki, einhverju bólsuskýi. Þetta bara við lendum á vegg. Því miður. Haldið svona aðeins í við þá og þetta var svona leikur í svona fyrstu mínúturnar í fyrri hálfleik en einhvern veginn missið á svo alltaf langt fram úr okkur. Við spilum svo sem ekkert illa í byrjun leiks. Ég meina 2 mörk, 1 mark. Svo bara gerist einhvað, það einhverja 10 mínútur held ég að sé eftir að fyrri hálfleik þá smellur vörnin hjá þeim og við förum að taka óöðu skot og þeir raða inn í hraðahlaupi. Vörnin okkar fór að slitna líka og menn fóru í raun að hugsa sjálfan sig heldur en liðsheildina og þessar keðjur sem við erum að reyna að búa til og það boðar ekkert gott. Leó sagði þetta við mig í viðtali undan að þeir hefðu ekki farið eftir neinum fyrirmönnum. Við vorum búin að grannskoða Haukana og við sem alveg hvað þeir ætluðu að spila og myndu spila allan leikinn. Það sem að þeir kannski gera, þeir eru áræðnari við sóknarlega, þeir þorðu að koma á ferðinni og þorðu að skjóta markið. Það sem við gerðum kannski meira var eins og var kennt í gamla dag og í yngri flokkunum, það er að kasta og grípa á punktalínu. Við fórum bara til hliðar í stað þess að gera árásir og það verður okkur að falli sóknarlega og þá er bara erfitt varnarlega að vinna þau. Ja, kannski einhver virðing fyrir Haukana? Nei, engin virðing. Ég meina, sjálfsögðu berð maður alltaf einhverja virðingu fyrir öllum andstæðingum. Maður þarf að gera það til þess að geta átt einhvern séns. En við þurfum að nota vopnin okkar almennilega sem við eigum vel til staðar og við sýndum í síðasta leik. En ég veit að eins og þú segir sjálfur voru menni á einhverju skýi. Ég meina, sá leikur hjálpaði okkur ekkert í dag. Menn þurfa að vita það og eiga að vita það að til að vinna leiki þá þarfst að koma tilbúin í leik og það voru margir af mínum leikmönnum ekki tilbúinir í dag. Þú ert svo að missa Óðinn í einhver meiðsli? Já, hann hefur farin í 3 mánuði, það er ekkert með. Sérðu einhvern möguleika á því að þú þurfir að fá menn að lána eða styrkja þig eitthvað? Klárlega þurfum við að skoða málin í janúarglugganum en ég er nú að vonast til að ég fá einn leikmann núna miðjan nóvember. Ef það gengur eftir þá allavega erum við orðnir þokkalega mannaðir í sóknarlega en við þurfum bara á öll að halda og öllu mannskap að halda sem við getum fundið og getum spilað handbolta. En við getum ekki boðið upp á svona leik eins og við gerum í kvöld og sérstaklega fyrir áhorfendur okkar að við eigum að sýna þeim meiri virðingu þetta og geta barist til lokaleiks. Önnur umferðin að byrja, fyrsta umferðin búið núna með þessum leik í kvöld. Er þetta að rífa liðið upp eftir þetta svona stigaleysi? Það er náttúrulega alltaf, menn sökka oft á tíðum svona aðeins niður og inn í sjálfan sig eftir svona tapleiki en ég hef þá trú og treysti því að leikmenn komi 10 eldri í næsta leik og sýni baráttu til enda. Skili 2 stigum, við þurfum á því að halda. Þessi leikmaður sem hún nefnir í miðjan nóvember, segja okkur hver það er? Það er bara leikmaður sem spilaði hægri skyttuna í fyrra hjá Háka og það þarf ekki að nefna hann nöfn. Við vitum hver hann er og hann sjálfur líka. Ekki ný nöfn á leiðinni? Ekkert nýtt á leiðinni, það er líka ekkert hægt, það er allt lokað.